sitja hjá mér Jón Helgi Egilsson sem verkfræðingur og hagfræðingur. Rétt, varst nú í þáttum hjá mér með athyglisverðar upplýsingar Seðlabankann hér á sínum tíma sem þú settir fram varðandi íslenska gengið og fleira. Fyrir kreppu minni mig eða svona. Jú. Og Vilhjálmur Þorsteinsson sem tölvumaður, stjórnarformaður CCP og fleira. Við ætlum að tala Icesave og það má nú segja því þið séu svona talsmenn andstæðra fylkinga í þessu máli því að Vilhjálmur telur að við eigum að samþykkja Icesave og þú telur að við eigum að fella þennan síðasta samning og mér langar svolítið að bara reyna að fara smá svona systematískt í þetta, ég að gefa þessu ágætan tíma þessari umræðu, hálftíma það kannski, ef við byrjum bara á einum punkti og það siðferðishlið málsins hvort okkur beri skylda til að borga þetta yfirleitt. Vilhjálmur, þessar umræður þurfa ekkert endilega að reyna í gegnum mig þannig að þér velkomið að svara Vilhjálmi síðan en ég byrja þér Vilhjálmur. Já, ef við erum svona bara tala þá svolítið hreint siðferðishliðina og svona aðskiljum hana þá aðeins frá lagahliðinni og svona eins og nytjaræka hlið sem maður kalla það, þá myndi ég nú svona vísa einna helst í það að í gegnum allt þetta ferli, alveg frá byrjun október 2008, þá eru íslensk stjórnvöld meira og minna búin að vera stöðugt að lofa, reyndar áður en bankarnir hrundu, voru íslensk stjórnvöld búin að vera að senda röð af bréfum og tölvupóstum til Breta og Hollendinga og sannfæra stjórnvöld þar að við myndum standa við skuldbindingar, ríkisstjórnin myndi standa bak við tryggingarsjóð innstæðueigenda og menn þyrfti ekkert að óttast með það. Þannig að það stæði til að bakka upp þetta tryggingakerfi okkar. Menn höfðu miklar áhyggjur af þessu í Bretlandi og Hollandi og skiljanlega kannski. Þannig að þeir gerðu allan tíma ráð fyrir því að þetta yrði svona og það var svona í því trausti sem þeir síðan borguð út þessar innistæður þegar Landsbankinn hrundi. Og auðvitað voru Bretar og Hollendingar þar, það má orða þannig að þeir hafi gert okkur þar þó nokkuð greiða vegna þess að það má náttúrulega ímynda sér að almenningur sem átti þarna miklar innistæður, þetta mikil fjöldi fólks, þetta eru 20.000 reikninga, hefði orðið gríðarlega vægast sagt ósáttur ef hann hefði ekki getað nálgast peningana sína í bankanum. En skuldbindur þetta okkur Íslendinga? Þetta skuldbindur okkur ekki lagalega, sennilega. Við erum að tala siðferðishlið málsins og þarna náttúrulega fullt af fólki sem lagði peningana sína inn í þennan íslenska banka í trausti þess að hann væri tryggður eins og aðrir bankar og þetta væri bara alvöru banki eins og aðrir bankar. Og þetta eru góðgerðarstofnanir, þetta eru lögregluumdæmi, þetta eru sveitarfélög og einstaklingar út í bæ. Þetta svona, siðferðishlið málsins. Ég beini sömu spurningu til þín, Jón. Já, ég held að siðferðilega þá sé það mjög hæpið að við eigum að borga. Vegna þess að alveg svo Vilhjálmur segir, þá það svo sem alveg rétt að þegar að við lendum í þessu hruni, við erum með bankakerfi sem 10 sinnum stærra heldur en landsframleiðslan, rúmlega það, að þá beinast öll spjóta í Íslandi. Við gátum ekki bjarga bönkunum, það lá alveg fyrir, tryggingarsjóðurinn gat það heldur ekki, Bretar setja okkur hryðjuverkalög, æðstu menn í Bretlandi, þeir halda því fram að Ísland sé gjaldþrota, það lokaði fyrir viðskipti fyrir fjöldamörg fyrirtæki á Íslandi og gerði skaðan enn meiri. Nú, síðan gerist það að menn koma fram með viljayfirlýsingu þar sem að menn segja við viljum standa við skuldbindingar okkar og það viljum við sannarlega gera og eigum að gera. Þar voru sett líka skilyrði. Það var sagt, við þurfum að það eru svokölluð Brussel skilyrði, eða viðmið. Þar sögðu menn, við þurfum að taka mið af þeim fordæmalausu aðstæðum sem að hérna hafa skapast. Hér var neyðarástand. ESA hefur nú bara tekið undir það að hér var neyðarástand og þau skilyrði sem að þurfa að vera fyrir því að þau til dæmis réttlæta neyðarlögin. Þannig að og síðan gerist það að með þessum þrýstingi, eða undir þessum þrýstingi, að þá skrifa stjórnvöld undir þessa viljayfirlýsingu og lofa þessu að vilja standa við skuldbindingar sínar og gera allt sem þeir geta gert til þess að borga þetta tilbaka. Það er að segja tryggingarsjóðurinn, að hjálpa tryggingarsjóðurinn. Bretar og Hollendingar vita það líka að okkar stjórnarfar þannig að það getur engin skuldbundið þjóðina fjárhagslega nema það sem gert með lögum. Alþingi gerir það. Þeim var það alveg full-ljóst. Þannig að viljayfirlýsing sem sett út, þar sem menn heita því að gera það sem geta til þess að aðstoða sjálfseignarstofnun sem tryggingarsjóðurinn, hún er ekki skuldbindandi í einum eða neinum skilningi hvað það varðar að menn taki á sig bara hvaða samning sem er. Þetta er svona einhvers konar misskilningur
Og það sem að, svo mynd sem oft sko dregin upp svo að við höfum einhvern veginn verið síðan vondir við Breta og Hollendinga. Skoðum aðeins staðreyndir málsins. Við settum neyðarlög og neyðarlögin eru þannig að þau taka allar innistæður, hvort sem sko Íslendinga, Breta eða Hollendinga og setja í forgang. Þannig að það var ekkert að vera mismuna þar hvað það var þar. Það gerir það verkum að ef við bara förum eftir neyðarlögunum og sleppum þessum Icesave-samningi að þá eru til dæmis breskir og hollenskir innistæðigendur að koma miklu betur út fjárhagslega, fá miklu meira greitt upp í sínar innistæður en ef við hefðum ekki gripið til neyðarlaganna. Og býtum við, þannig að þetta skiptir máli í svona siðferðilegum pælingum að í fyrsta lagi þá erum við að koma fram, þá hagnast breskir og hollenskir innistæðigendur á neyðarlögunum, þannig að þeir eru betur settur eftir neyðarlögin heldur en fyrir og það ekki siðferðilega boðlegt að við einhvern veginn sneiðum hjá okkar stjórnskipan að því að það einhver viljayfirlýsing að reyna að leysa úr þessu máli sett fram að einhver embættismenn. Nú viltu svara þessu Vilhjálmur? Já, sko, Bretar og Hollendingar eru náttúrulega að gera kröfu að fá greidda lágmarkstrygginguna tilbaka. Þeir eru ekki að gera kröfu að fá greiddar innistæðurnar allar sem þeir lögðu út fyrir, sem að Margrét var nú hérna áðan að tala að það geti orðið einmitt okkur ákveðið fótakefli í dómsmáli, að það hreinlega gerð krafum bara að fá alla þessar innistæður bættar vegna þess að við gerum það á Íslandi. En þó snýst þeirra kröfugerð að því að fá lágmarkstrygginguna, ekki allar innistæðurnar. Og það gera þeir, já, á grundvelli þessara yfirlýsinga og þessara díalóga sem ég var að tala áðan sem gengu þarna á lengi vel árið 2008 og síðan ennþá á vef forsætisráðuneytisins yfirlýsing. Þú telur þá ekki vera skuldbindandi fyrir okkur þessi samskipti stjórnvalda íslenskra stjórnvalda við Breta þessu? Það væri þá allavega frétti fyrir mig, vegna þess að ég lærði stjórnskipunina í Íslandi þannig að það bara hægt að skuldbinda ríkissjóð með lögum. Alþingi gerir það. Það okkar stjórnarskrá og hvers konar siðferði það að koma þannig fram gagnvart eigin þjóð að þetta bara ekki við. Það sé bara þannig að það sé einhverju embættismenn sem getur skuldbundið þjóðina þegar þeir tala í útlöndum. Ef það þá vil ég bara fá að vita það og það bara spurning sko traust, ábyrgð og áreiðanleika að við vitum. En eru þá þeir stjórnmálamenn sem í því stóðu ekki mjög svona sekir gagnvart íslenskri þjóð? Þeir geta að gera svona ábyrgðarlausar yfirlýsingar? Ég held að ég meina sko embættismenn vera tala mjög varlega í öllu svona. Þetta gerðu ráðherrar og seðlabankastjóri og fleiri? Já, býtum við skulum ekki, við erum passa okkur á því hvað þeir sögðu. Það verður enginn haldið fram að við ætlum ekki að standa við skuldbindningar okkar. En það ekki lagaleg skuldbindning á okkur. Það liggur alveg fyrir. En það sem mér finnst kannski skipta miklu máli og menn skauta svolítið létt framhjá, að innistæðigendur í Bretlandi og Hollandi eru engin fórnarlönd. Vilhjálmur talar að það var maður sem sagði að þeir væru fífl daginn, breskur þingmaður. Akkurat, en þeir eru ekki fórnarlönd, við verum átt okkur á því að breskir innistæðigendur og hollenskir innistæðigendur þeir eru að fá meira af peningum út úr þessu gjaldþroti heldur en þeir hefðu fengið ef við hefðum bara farið eftir reglunum og ef þeir hefðu bara fengið lágmarkið. Við viljum tekið dæmi. Já, við hefum ekki dvelja á, þú varst með þetta á, við verðum að fara aðeins lengra. Já, en varðandi svona þennan siðferðispunktu, það líka hægt að taka hann áfram og í gegnum allt þetta samningaferli, sko, því að við náttúrulega byrjum nú á því í nóvember 2008 að gera viljayfirlýsingu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, þar sem við sagðum að það yrði gengið frá þessu. Út á þessa yfirlýsingu höfum við verið að fá lánafyrirgreiðslu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Við höfum líka talað þetta gagnvart okkar nágrannalöndum, gagnvart Norðurlöndum, ef við ætlum að fara að standa við okkar skuldbindingar. Út á það höfum við verið að fá lánafyrirgreiðslu frá þeim. Við höfum síðan verið með ferlið í gangi, það hefur verið ályktun Alþingis að við myndum semja, það hefur verið í gangi samningaferli með samninganefndum. Stjórnarandstöðin var síðan boðið að eiga aðild að nýjustu samninganefndinni sem að sest niður og menn gera bara ráð fyrir því að við ætlum að semja málið og klára það. Mér langar að fara svolítið annað með þetta og það er þessi samningu sem liggur fyrir. Menn eru að deila hann og hvað hann þýði fyrir okkur. Hver sé kostnaðurinn af þessum samningi, áhættan, sumir eru að reyna að segja okkur að þetta verður neitt, þetta bara hverfur, þetta verður allt borgað úr bara gamla bókanum og aðrir segja nei, það áhætta fylgjandi því að samþykkja þetta og hún ekki ásættanleg. Já, hún alls ekki ásættanleg. Ég held svona bara fyrir almenning sko, því að þessi tölur hljóma 100 milljarða, þetta náttúrulega engar smá tölur. Ef við setjum það bara í samhengi sko við það Ísland sem við búum í í dag,
ekki sko 2007, þá erum við að ábyrgjast lán upp á, eða þarf að segja, lágmarksinnstæðurnar sem við erum ábyrgjast, eru 670 milljarðar. Forgangskröfur í búið eru 1319 og eignirnar eru nú metnar á 1175 milljarðar. Þetta nú bara svona þessar tölur. Ég finna, hvað þýða þessar tölur? Það var að vera að ræða hérna áðan, sko, sameiningu grunn- og leikskóla. Sparnaðurinn af því á þessu ári, hann á að vera 0,015 milljarður, 15 milljónir þessu ári. Við getum ekki leyft okkur að tala sko 100 milljarðar sem eitthvað aukaatriði. Heildarútflutningur sjávarútvegs afurða er 220 milljarðar. Það er að segja, við erum að fá tekjur gjaldeyriðinn 220 milljarðar á ári fyrir sjávarafurðir. Við ætlum að fara að ábyrgjast skuld sem er þreföld þessu upphæð, eins og þetta sé bara ekkert mál. Og það eru tekjur sem fá minn, en á móti er kostnaður, við borga olíu, tógarana, allt þetta dót, þannig að eftir stendur miklu minna. Þetta er allt og stór skuldbinding. Vilhjálmur? Nei, ég held að þetta sé ekki rétt framsetning hjá Jóni. Sko, fyrsta lagi er nýji samningurinn öðruvísi en sá gamlega, því að við erum einmitt ekki að taka, það er ekki ríkisábyrgð á höfuðstólum lengur í þessum nýja samningi. Það sem gerist er að ríkið ábyrgist að borga vexti ársfjórðungslega núna næstu 5 árin, síðan er þetta allt sem gert upp 2016. Þá kemur ljós hvað er í þrotabúinu og hvaða eignir við fáum upp í þetta og þá er þetta gert upp og þá kæmi til ríkisábyrgð á rest. Þá fyrst kemur ríkisábyrgð á einhvern höfuðstól ef hann verður. En miðað við núverandi spár þá verður engin höfuðstóll eftir árið 2016 eða júní 2016. Þannig að ríkisábyrgðin er á það að við borgum vexti af þessari upphæð þangað til hún er greidd upp. Nú hún er síðan er verið að greiða upp í þetta jafnóðum úr þrotabúi Landsbankans. Og spárnar í dag eru það að spársamninganefndar að þetta séu 32 milljarðar sem enda á ríkissjóði út af þessu máli. Og ég myndi einmitt stilla því þannig upp að það er ekki stórar tölur í samanburði við mjög margt annað sem við erum að fást við. Nú 32 milljarðar, þjóðarframleiðsla Íslands eru 1500 milljarðar á ári. Ríkissjóður útgjöld hans eru einhverju 510 milljarðar á ári. Útflutningur Íslands er 720 milljarðar. Við höfum gjaldeyris varaforða upp á 750 milljarða. Þannig að sko miðað við allar þessar tölur þá eru þessar líklegustu spár á útkomi þess Icesave-reiknings eru þannig að maður spyr sig bara af hverju er þetta mál búið að vera svona svakalega áberandi í þjóðfélagsumræðunni upp á síðkastið. Er þetta ekki bara verið að blása þetta upp úr öllum hlutföllum miðað við margt annað sem við erum að etja hjá okkur? Jón? Já, við veitum það að og það kom fram í áliti Gamma, að ef gengi gefur eftir 2% af ársfjórðungi og eignirnar sem geta nú sveiflast, ég meina eignarverðið í Japan sveiflast nú 11% fyrir viku síðan. 2% lækkun á gengi á ársfjórðungi og við erum að greiða út mjög hratt, það þýðir 233 milljarðar. Það er meira heldur við flytjum út af fiski og fáum gjaldeyri áður en borgum kostnaði. Og við ætlum bara að segja að þetta sé ekkert mál. Svo talar Vilhjálmur og þeir sem tala um þetta hérna, ég finnst að sé ykkur örugg tala. Alveg svo Ólafur Ísleifsson var að minnast á hann, þá eru gríðarlegir áhættuþættir í þessu. Það er verið að spá gjaldeyrismarkað. Ég meina, japanska jenið hækkaði fyrir viku síðan og skildi ekki niður. Japan er í rúst og jenið hækkaði. Það er vegna þess að spákaupmenn að loka stöðum í Japan. Þannig að ætlum við næstu 10, 20, 30 árin að þurfa að velta því fyrir okkur með einsta degi hvernig nú gengið að þróast, hvernig nú eignaverð að þróast. Þetta er einn þátturinn. Annar þátturinn er útgreiðslan. Við erum að gera ráð fyrir að þetta verði greitt út mjög hratt. Það er rangt sem Vilhjálmur segir að við sem ekki að taka ábyrgð á höfuðstólum, því að við fáum hann allan, ef það verður mismunur, þá fáum við það bara í bakið okkur. Við erum að taka allt og mikla áhættu og það þarf voðalega lítið að gerast til þess að við erum komin í stöðu sem við ráðum alls ekki við. Þannig að við segjum að það er algjörlega ábyrgðarlaust að samþykkja svona samning. Það er miklu meiri ábyrgð í því að hafna þessu samningi, fjárhagslega er það miklu minni áhætta. Og það er það sem hefur ekki verið rætt í umræðinu, vegna þess að umræðinu er alltaf spurningum það. Koma að sinna þá eftir með afleiðingarnar af því að segja nei.